Velkomin í föstudagsþáttinn. Við komum víða við að vanda en við ætlum að byrja á hjólagörpum. Þeir eru komnir hérna Jón Þór og Kristinn. Velkomnir. Takk fyrir. Takk. Glæsilegir í gulu skyrtunum. Finnst þér ekki? Jú. Og þú komst hérna í fyrra en góð vísa er ekki of oft kveðin, er það nokkuð? Þannig að við ætlum að segja aftur frá þessu hjólreiðaverkefni. Sett okkur aðeins inn í þetta. Hvað stendur til? Já, við erum sérst í hjólaleginu Ringaby, Team Ringaby, sem er norrænt verkefni sem hófst fyrir 10-12 árum síðan ef ég maður rétt og við ætlum að fara að hjólast frá Danmörku, nánar tiltekið frá Kolding og niður til Parísar. Af hverju ekki Ringaby? Við munum koma við hjá Ringaby. Já, það er þannig. Á leiðinni í gegnum Danmörku, okay. Ég var að segja niður. Já. Þannig að hjóla til Parísar og þetta er gert til að safna peningum í góðgerðarmáli eða til hverju? Það var í rauninni, þetta byrjaði í rauninni allt þannig að starfsmaður frá Ringaby sem var að fara að hjóla fékk leyfi frá fyrirtækinu gegn því skilið hann myndi safna áheitum eða peningum sem myndi renna í eitthvað góðgerðarmálefni og þetta hefur semst á svona undið upp á sig og hér á Íslandi þegar þetta fór á stað fyrir 3 árum var gert samningur eða samkomulag við Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna og þeir njóta þess sem við söfnum í rauninni tengt þessu verkefni. Þetta er í 3. skipti sem að Íslendingar taka þátt og þú ert að taka þátt í annað sinn? Já, þetta var bara það skemmtilegt í fyrra og gekk bara vel að ég ákvað að sækja mig aftur og vera með aftur. Og nú Jón Þór, nú ert þú að taka þátt í fyrsta sinn og veistu nákvæmlega út í hvað þú ert að fara eða? Ég veit ég er að fara að hjóla langt. Já. Og hversu langt? Við erum að fara að hjóla semst í heildina tæplega 1300 kílómetra á 7 dögum. Þannig að þetta verða langi dagar og enda þarf undirbúningurinn líka að vera þannig. Já, þú ert löngu byrjað að æfa þig. Já, ég byrjaði bara frá því að ég var tekin inn í lok september. Já, aðeins það kemst ekkert hver sem er inn í þetta. Það þarf að sækja Nei, maður sækir og þarf að lýsa sjálfum sér og hvað þú ert tilbúin að gera og getur gert og svo ertu tekin í viðtal. Erlendis þá eða? Nei, stýrihópurinn hérna á Íslandi, hann tekur við mann viðtal og svo velja þau og svo fær maður e-mail eða símtal. Þú mátt vera með eða því miður, reyndu aftur á ári. Og þá er bara að byrja í rauninni. Og hvenær byrjaðir þú þá? Ég byrjaði bara, ég er nú búinn að hjóla aðeins undanfarin ár og ég byrjaði bara strax að hjóla aðeins. Já. Hvenær var þetta í? Þetta er í október. Já. Svo hefur maður verið að stigmagna þetta. Já. En þetta er þannig að þú náttúrulega sækir en það er náttúrulega bara x margir sem komast að og hér á Íslandi hefur fjöldinn miðast við 40. Það mega vera max 50. Það eru sum lið frá Norðurlöndunum sem telja 50. Og hafa Íslendingar í þessi skipti 3-2 fyllt á kvótann sinn eða hvað? Já, en svona hefur svo helst úr, þannig að það hafa verið valdi 40. Já, svo hafa kannski ekki allir komist. Við enduðum 38 fyrir og við erum 38 í dag að fara. Og þetta er í 7 daga og í fyrra, hvernig gekk? Hvernig var? Það bara gekk mjög vel. Það náttúrulega hjálpaði til, það var svo rosalega gott veður. Ekkert of gott? Sem reyndar var, því það var 30 pluss eiginlega bara flesta daga. Það hljómar svolítið. Og það svona eiginlega var erfiðast að þessu, það var að tækla hitann og bara passa upp á að drekka mikið. Er ekki allir með vatnsbrúsa bara á hjólinu? Jú, það eru 2 statíf og svo náttúrulega bara passa upp á að stoppa reglulega og við náttúrulega erum með svona þjónustulið með okkur, það eru 8 sem að fylgja okkur á 4 bílum. Bara íslenska liðinu? Bara íslenska liðinu og það er sérst þá matur og svo náttúrulega varahlutir, gerðir og það þarf að vera allt til alls þegar eitthvað kemur upp á. Bílaði mikið hjá þér í fyrra? Bílaði ekkert hjá mér, en það var einhverju sem sprengdu og við urðum reynda fyrir smá óhappi á einu stað að duttu 2 og það þurfti að skipta gjörðin, það var ekkert engin slys á fólki. En nú er þetta hversu mörg lið? 1 frá Íslandi og mörg frá hinn Norðurlöndunum? Já, ég man ekki, þetta er held í hátt í 50 lið, en fjöldin er 2000 hjólar. Og þeir bara hver á fætur, er þetta bara ein stór
einn stór hópur á ferð eða er þetta eitthvað svona ræst með millibili eða? Nei, sko, það megnið af líðunum fer á stað frá Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn, en síðan alltaf bara fer hvert lið í rauninni sína leið, sko. Nú, það fara ekki allir sömu leið? Nei, það er eins og fyrra, þá, við rákumst á nokkur lið bara á hótelunum, sko. Já. Og svo var það bara síðasta daginn, þegar við erum komin inn í París, þegar að massinn hittist af einhverjum einum stað. Já, og hjóla allir koma inn, það er einhver garður hann í París sem við endum á, og það er sem sagt, kemur halar ofan allir. Og allir að koma á svipum tíma? Ja, allir á sama tíma, sko. Það enda allir á sama tíma. Og húlum hæja eftir? Já. Og í fyrra, þá söfnuðu þið einhverjum smá upphæð? Nei, akkurat. Það var rúma 16,6 milljónir sem við náðum að safna. Og var það hækkun frá árinu áður? Já, það var verulega hækkun, það voru 9 milljónir rúmar. Og ætlaði að hækka ykkur aftur í ár? Sjálfsögðu. Sjálfsögðu? Já, það er markmið að gera betur. Og hvenær er þetta núna bara alveg að bresta á eða? Já, 43 dagar. Og upp í hvað eru þið komið, vitið þið það? Við vitum það svona sirka síðustu tölur, þá erum við að nálgast þessa upphæð. Þannig að þið farið pottitt fram? Þannig að við stefnum alveg á það. Og þið eru svolítið að safna og halda alls kyns eða svona fjáraflanir, aðeins að fara yfir hvað þið hafi gert og segja okkur hvað er mikið stuð í þessu? Já, fyrir jólina þá vorum við að selja konfekt. Já. Og svo núna fyrir páskana þá vorum við með sérstök Ringeby páskaegg sem voru merkt okkur. Já. Svo núna fyrir stuttu þá vorum við með söfnunar kvöldverð á Mathúsinu í Garðabæ og þar voru skemmtikraftar sem tróðu upp og var happdrætti og málverka uppboð. Þannig að það var mjög gaman, margir sem komu. Og það safnaðist bara alveg hellingur á því kvöldi, ekki satt? Já, við náðum. Það hefnaðist rosalega vel. Svo höfum við verið með gólfmót. En svo náttúrulega eru stæðstu, upphæðirnar eða megin fjáröflunin í gegnum styrki. Og eins og þú sér á treyjunum okkar, þá vorum við vel merktir. Þannig að við erum með svona fyrirkomulega á því, það er svona gull, silfur og brons styrtarlínur. Og þeir sem eru þá gullstyrtaraðalar eru þeir sem að fá þá logoðin á treyjuna sínar. Og það er ekki seint að gerast kannski silfur, brons styrtaraðali? En gullið er kannski lokað? Búið að loka gullið, en það er alveg tími ennþá til að gerast brons og silfur. Og hvað með svona einstaklinga vilja styrkja, er það hægt? Eða er þetta bara... Já, við erum, það er þá fyrst skipti núna í ár sem við tökum það upp að það er hægt að ringja í ákveðin símanúmer og þá er það held ég 1500, 2000 og 2500 þegar maður rétt sem að... Já, þannig að allir geta tekið þátt. Og er ekki hægt að finna þetta á einhverju heimasíðu eða Facebook síðu? Jú, það er bæði heimasíða tímaringeby.is og Facebook, allar upplýsingar. Og svo ætlaðu líka að segja frá helgina stendur eitthvað til hér fyrir norðan, ekki satt? Jú, Þorvild. Já, allur hópurinn er sem sagt að koma norður. Íslenski hópurinn. Íslenski hópurinn. Og við verðum með, ætlum að vera með aðstöðu í Svarfaðardal. Já. Og svo á laugardaginn þá ætlum við að hjóla sem sagt hringum fjörðinn. Já. Og þannig að það er við verðum mjög áberandi. Lengst inn eða ætlum við yfir á Hrafnagil? Við ætlum að fara sem sagt frá úr Svarfaðardalnum og komum hérna inn á Akureyri, förum Eyjafjarðarhringinn og svo förum við aftur sem leið liggur út fjörð, út í Svarfaðardal. 150 kilometrar. Vel gert. En þetta voru hversu margir kilometrar sem þið ætlið svo að hjóla frá Danmörku til Parísar? Já, það er tæpið 1300. Það er 1300, ok, aðeins meira. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel að safna og gangi ykkur vel að hjóla og bara áfram Team Ringeby. Já, takk fyrir.